Þá er komið að leikjum barna frá 3 til 12 ára og eftir sem áður þá er þetta bara gróft yfirlit. Skilgreining á leik. Að afturverðandi gegnum leik þá þróa börnin samskiptahæfni, hreyfiþroska, ímyndunarafl og vandamálalausnir og á aldrinum 3 til 12 ára verða leikirnir flóknari og félagslegri. Skilgreiningin er að leikur er mikilvægur þáttur í þroska barna. Með leik læra þau að kanna heiminn, þróa félagsleg tengsl og styrkja vitsmunalegan, líkamlegan og tilfinningalegan þroska. Börn á aldrinum 3 til 5 ára er í miklum hreyfi- og félagsþroska. Þau byrja að taka meiri þátt í félagslegum leikjum og þróa tungumál og hugmyndaflugið. Það eru leikir eins og hlutverkaleikir. Þau njóta þess að þykjast vera einhver annar, til dæmis foreldrar, dýr, læknar eða ofurhetjur. Og þetta styrkir félagsfærni, samskiptahæfni og ímyndunaraflið. Og það eru áfram kubba- og byggingaleikir. Leikföng eins og Lego, stóri kubbar eða púsl eru vinsælir á þessum aldri og þau hjálpa til við fínhreyfiþroskan og efla skapandi hugsun. Svo er það skynjunar- og hreyfileikir, söngleikir eins og höfuðhæðar, hné og tær hjálpa börnum við að þróa líkamsvitund og hreyfifærni. Leikir eins og að hoppa með seipubandi eða eltingaleikir, þeir þróa grófhreyfingarnar. Samleikingaleikir, leikir sem herma eftir daglegu lífi eins og til dæmis að elda með leikföngum eða þykjast búa til kaffihús eru vinsælir og þeir efla félagsfærni og skipulögð samskipti. 5 til 7 ára börn að hér er komið meira sjálfstæði og það er sterkari félagsleg tengsl og það er betri stjórn á líkamannum. Hér er algengt að það sé gaman að vera í hóp, svona einhvers konar hóp og samvinnuleikjum. Börn á þessum aldri byrja að taka meiri þátt í leikjum þar sem er samvinna og reglur skipta máli, til dæmis eltingaleikir, fótbolti og einfaldar keppnisíþróttir. Púsl og rökþrautir eru áfram vinsæl. Þetta er nú að koma flóknari púsl og rökþrautir sem reyna á hugræna getu og lausnaleit. Börn njóta þess að leysa einfaldar þrautir bæði ein og með vinum. Hönnun og bygging, börn verða skapandi í leikjum þar sem þau byggja og búa til með fjölbreyttum efniviði eins og sandi, kubbum eða Lego. Og þetta eflir bæði sköpunargáfu og rökþroska. Síðan eru það regluleikir eins og einfaldir borðleikir sem fylgja reglum eins og til dæmis Lúdó. Þeir þróa félagslega færni þar sem börn verða að læra að bíða, þau verða að fylgja reglum og vinna saman. 7 til 9 ára börn, þau eru að þroskast bæði hugrænt og félagslega. Þau geta orðið tekið þátt í flóknari leikjum og fylgt reglum betur og þau hafa miklu meiri áhuga á samkeppni og samvinnu. Þetta eru íþróttaleikir, eins og fótbolti, handbolti, körfubolti og aðrar hópíþróttir verða vinsælar. Þar sem börnin verða að vinna eða læra að vinna að vera saman í liði og fylgja flóknari reglum og styrkja grófhreyfingarnar. Borðspil og regluleikir eru mjög vinsælar á þessum aldri og það eru flóknari borðspil eins og skák, risk eða monopóli og þetta þróar hæfni barnanna til að skipuleggja, hugsa fram í tíman og taka ákvarðanir. Ímyndunar og skapandi leikir, börn halda áfram að þróa ímyndunarleiki sína en þeir verða flóknari. Þau kunna búa til heila heimssögu, leika þema eða búa til leikrit með vinum. 9 til 12 ára börn að þau eru orðin færi að fylgja mjög flóknum leikreglum, vinna saman í hópum og taka þátt í keppnum. Félagsleg tengsl verða mikilvægari og vinirnir fara að skipta miklu meira máli. Þannig eru áfram keppnisíþróttir, eins og fótbolti, körfubolti og handbolti og þetta verður flóknari og börn taka meiri þátt í skipulögðum íþróttum. Þau þróa íþróttafærnina, sjálfsaga og samvinnuhæfni. Það eru spennandi þrautaleikir, flóknari leikir sem reyna á vitsmuni eins og þrautabrautir, flóttaleikir eða ratleikir verða vinsælir þar sem þau elska áskoranir. Borðspil og viðburðir eins og skrabbúl eða katan efla samkeppni, tungumálakunnáttu og félagslega færni. Stundum skipuleggja börnin sína eigin félagslega viðburði með leikjum. Og svo eru það tæknileikir, leikir á tölvu og snjalltækir byrja að hafa meira vægi í lífi barna á þessum aldri, þar sem mörg taka þátt í stafrænum leikjum sem reyna á rökfærni og samvinnu. Hlutverk foreldra á uppalanda í leiknum eru að foreldrar ættu að styðja við leik barna með því að taka virkan þátt eða hvetja börnin til að kanna nýja tegundir leikja. Það er mikilvægt að skapa umhverfi þar sem börn fá nægt rými og tækifæri til að leika sér. Hlutverkið er líka að leiðbeina en ekki stjórna. Þó börn þurfi oft leiðbeiningar er gott að leyfa þeim að taka stjórn á sínum leik og finna lausnir á eigin forsendum. Þetta styrkir bæði sjálfstraustið og sjálfstæðið.
Og áfram það þetta að skapa öruggt umhverfi. Það þarf að tryggja að leiksvæði barna sé öruggt og hvetjandi hvort sem það er inni eða úti. Börn ættu að hafa frjálsan aðgang að leikföngum sem þroska bæði líkamlega og hugræna færni. Áhrif leiksins á þroskan, það er félagslegur og tilfinningalegur þroski. Þau læra félagsfærni í gegnum samvinnu og hlutverkaleiki. Leikur hjálpar þeim að skilja tilfinningar sínar og annarra og styrkir getu þeirra til að vinna í hópum. Vitsmunalegi þroskinn, í leik læra börn að hugsa lausnamiðað, fylgja reglum og skipuleggja. Þetta eflir rökþroska og hugræna getu. Og svo það hreyfiþroskinn, grófhreyfingar í íþróttum, eins og íþróttum og hlaupaleikjum, og fínhreyfingar í kubbaleikjum, púslum, styðja líkamlega þroska barna. Leikur veitir þeim tækifæri til að æfa sig og bæta færnina. Smá samantekt. Leikir barna á aldrinum 3 til 12 ára þróast frá einföldum leikjum yfir í flóknari samvinnuleiki og keppni. Leikirnir þroska þau á margvíslegan hátt, félagslega, hugrænt og líkamlega. Foreldrar gegna lykilhlutverki í því að styðja við þessa þróun og skapa hvetjandi umhverfi fyrir börnin til að kanna og læra.